vaxtastigið. Nú, þó að það sé auðvitað undantekningar því. Nú, fyrstulega náttúrulega augljóst að vextir, rates of return, eru mismunandi milli einstaklinga. Fyrir því eru þetta margar ástæður. Fyrsta ástæðan er þetta að það er óvissa. Þú setur peninginn á bankabók, máttu vænta þess að fá lága ávöxtun, kaupa hlutabréf, máttu að meðaltali vænta þess að fá betri ávöxtun en þú getur svo tapað öllu eða fengið mjög háa ávöxtun. Þannig að partur af þessu mun er sjálfsögðu hversu mikla áhættu fólk tekur. Nú, en til viðbótar við áhættu getur hafa fleiri ástæður nefndar. Fyrsta lagi metnaðasti í fjárfestingunni. Vel dreifður, endurfjármagnar lánin þín reglulega, velur fjárfestingarkostnaða sem að gjöld ekki of há. Öðrulega hefur nefnt að fjármálaleysi, færni þín í að taka við fjármálalegum upplýsingum og nota þær til að setja peningana á þann stað sem er bestur. Og í þriðja er það stærðarhagkvæmni. Það er sumir sjóðir þar sem að þú verður að hafa ákveðið lágmarks fjárhæð til að geta fjárfest í þeim sjóðum. Nú, svo sem munurinn að þessu stærðarhagkvæmni með öðrum er ekki alveg augljóst og þú hugsar ein tegund stærðarhagkvæmni svo að ef það er fastu kostnaður við að fá upplýsingar hversu góður fjárfestingarkostir eru, þá náttúrulega verður svo fastu kostnaður hlutfallslega útdýrari eftir því sem þú fjárfestir meira. Nú, síðasta árum hefur verið tölfræði rannsóknum á þessu sviði fjölgað og í stuttu máli sagt, ég ætla að fjalla með það betur á næstu glæru, að báðar útskýringar eiga að rökast styðjast. Ef við skoðum fræðilegar rannsóknir á sviðinu hagkvæmustu skattlagning þegar að vextir eða arðsemi er mismunandi milli einstaklinga, hefur undanfarna ár fengið athygli. Hérna eru nokkur dæmi það. Þetta er alltaf frekar nýleg ár. Þetta var eitthvað sem fyrir áður fyrir hagfræðingar gáfu minni athygli. Nú, hérna sjá mynd, hérna eru arðsemi eftir eignadreifingunni. Þannig að þetta lengst til hægri er 99 til 100, það er elsta 1% og svo næst er það 2% þar fyrir nýjan og svo kollakolli. Þetta er sem sagt í Bandaríkjunum, í nýlegri grein. Nú, rauða er arðsemi einstaklinga. Arðsemi bara vaxtaprósentan, já. Þannig að bara þetta er þá sem sagt á fjármagnstekjur sem hlutfall af eignum eða skilgreining sem liggur undir. Þá er það hvort sem það er arður, söluhagnaður eða annað í þeim dúr. Nú, rauðu eru bara hinn raunverulega arðsemi sem einstakir eignahópar eru með. Sjáum að neðstu 50% eða 80-90% er á bilinu 4 til 3-4% og hækkar svo mjög hratt. Nú, bláa línan sýnir þegar að og þarna er tvenns konar munur. Fyrsta lagi er það að eigna minni, þeir sem eiga minna, þeir fjárfesta í áhættuminni eignum og þeir sem eru ríkir fjárfesta í áhættumeiri eignum. Nú, en það sem er gert með með grænu súlunum, þar er eignasamsetningin alveg eins í öllum hópum. Þannig að það er reiknað svo ef ríkir og fátækir fjárfesta jafn mikið í áhættum og áhættulitlum eignum, hvernig væri arðsemi milli eignahópa. Þá sem arðsemin helst er miklu lægri, það er að eignum inn í hópa fjárfesta í áhættuminni eignum, en arðsemin þeim myndi fara að hoppa þarna upp í ca. 5%, en við höldum aftur smáður þennan stígandi alveg elst eignahópum. Þannig að það þýðir það er ekki bara áhættan, þetta eru líka eitthvað sem þeir gera umfram það að taka áhættu í arðseminni. Nú, hérna er glæra sem eru frá því áður þegar það var miklu minna í rauninu vita þetta og hugmyndin svo að þetta er hugmynd sem að margir hafa nefnt og er alls ekki ný af nálinni að mismunandi arðsemi getur skipt máli fyrir skattlagningu. Og eitt gott hérna eftir Diamond Size er a straightforward argument for taxing capital is that it's often difficult to distinguish between capital and labor incomes. For example, people spending time to manage their investment portfolios are converting labor time into anticipated capital income. Sem er einu svo hugmynd sem að þessi grein byggir á
og svo erum við aðra tilvísanir sem eru í svipuðum dúr. Nú, Gróndur átt verið þrír literatúrar sem að fjalla mismunandi arðsemi milli einstaklinga. Fyrsta er það greinar sem að reyna að skilja og útskýra eignaójöfnu. Og eignaójöfnu er miklu meira en tekjuójöfnur og ef þú skoðar eignaójöfnu og aldursdreifingun þá er það ekki nóg til að geta útskýrt eignaójöfnu. Þannig að það er að útskýra eignaójöfnu þá er þetta meira en tekjuójöfnu og aldursdreifingu. Og ein aðferð til að gera það er að taka tillit til þess að arðsemi er mismunandi milli einstaklinga. Og til dæmis þessi grein sagði ég, þar nær hún í raun og alveg að útskýra eignaójöfnu með bæði tekjuójöfnu og mismunandi arðsemi einstaklinga. Svo er það aðeins tegundir greinum sem er fjármálalæsi. Og það er fjármálalæsi skilgreint með einföldum spurningum til einstaklinga sem eru hvort að fólk skilji vaxtavexti, raunvexti og áhættu. Og í þessum fræðigreinum er gert ráð fyrir að fjárfesting í fjármálalæsi sé einhvers konar mannauður. Þannig að þú fylgist með og skilur fjármálamarkaði þá er það ákveðin mannauður sem skilur sér þá í arðsemin verða hærri. Og það er til mikið af tölfræðirannsóknum sem að gefa til kynna að fjármálalæsi auki arðsemina. Og það sé í rauninni þá að orsakasamhengi sé þá ekki að þeir sem eru með háa arðsemi verði með betra fjármálalæsi. Og þá er það að þeir sem eru með betra fjármálalæsi þeir eru líklega til að vera betur dreifðir, mismunandi fjárfestingarkosta, velja fjárfestingarkosta það sem að jöldinu lág og endurfjármagna oftar og gera líka mistök. Nú, til dæmis ein hollensk rannsókn nýleg skoðaði mismunandi arðsemi eftir sparifjárbókum og þar var ákveðinn munur milli þar sem í raun getur ekki útskýrt með öðru en að sumir og þeir útskýra með því að þeir sem eru með betra fjármálalæsi voru flinkari að finna betri leiðir, betri leiðir til að setja sparifé sitt í. Nú, svo sérstaklega tvær nýlega rannsóknir, ein þessi Bach sem er sænsk rannsókn, svo Fagerheim-félag, norsk rannsókn og þar sýnir að það er umtalsverður munur á arðsemi milli einstaklinga og norska rannsóknin sýndi að það var umtalsverður munur af því skýrist af áhættusækni en það er einhver viðvarandi þáttur að sumir gegnumgangandi með hærri arðsemi, þeir voru með möguleika til að elta fólki yfir tíma og þessi viðvarandi þáttur útskýrir umtalsverðan þátt af arðsemi milli ára. Þeir útskýra þannig að það sé einhver financial sophistication eða einhver metnasti í fjárfestingum sem er þá meiri hjá öðrum en hjá sumum en hjá öðrum. Já. Það getur verið bæði, sko. Hlutatæknin er náttúrulega með útskýringarbreytun sem er eins og menntun og bara vinna og bakgrunnsbreytur. Það að vera með hagfræðimenntun eða fjármálamenntun eykur arðsemina og svo er þið með panelgögn og eitthvað fixed effects. En útskýringarmáttur af þessum þáttum er umtalsverður og yfir 20 ára tímabil. Þannig að þeir vilja telja sig að sumir, og þetta á við alla eignahópa, bæði bara innlán, hlutabréf og aðra eignaþætti. Þá er að þeirra mata að það sé ekki heppni sem útskýrir þetta yfir þennan tíma. En að sjálfsögðu væntanlega ómögulegt að útiloka það. Já, fræðigrein sem heitir hagkvæmsta skattlagning er á upphafið til grein sem að Mjöller skrifaði í 1971 og þar skoðaði hann bara laun. Útgangspunkturinn var þá að fólk er með mismunandi færni eða framleiðni á vinnumarkaðnum en
launatekjur byggja bæði á færninni og svo vinnuframboði. Þannig ef einstaklingur með háa launatekjur þá veit ríkið ekki hvort það framleiðnin eða vinnuframboði. Þannig að og ríkið þarf að afla ákveðinna tekna og vill endurdreifa þeim en veit í raun ekki ef að háar tekjur hvort það sé því að fólk vann mikið eða ef það mjög fært á vinnumarkaðnum. Nú, síðan meira var grein sem að byggir á Atkinson Stiglitz sem var enda byggt á neyslusköttum, en svo þetta endurskilgreina í raun og veru neyslu á mismunandi tímabilum sem mismunandi neyslu og þá komist þeirra þeirri niðurstöðu að ef að ríkið verið bæði með skatt á laun og fjármagnstekjur og endurdreifa gegnum launatekjuskattin alveg eins og kenninguna hans Mirles, ættu þeir til viðbótar að nota fjármagnstekjuskattin til að endurdreifa gæðin. Og svarið var að undir vissum kringumstæðum svarið nei. Þannig að þeir endurdreifa gegnum launatekjuskattin en ójöfnur í fjármagnstekjum, hann bara eftir fólk hafi misháð tekjur. Undirliggjandi ójöfnur ekki að sumir sé framleiðnin og annars sé óframleiðin, heldur að fólk hafi háa launatekjur. Þannig að einstaklingur sem mjög ófær, ef hann myndi allt í einu fá háa launatekjur, þá myndi hann spara meira. Þannig að skattlagning á fjármagnstekjur hefur tvenns konar óhagræði í för með sér, hefur áhrif á sparnað fólk sem líka áhrif á vinnumarkað. Þannig að ójafnaðarins á vinnumarkað en ekki í sparnaði fólks. Og þá hagkvæmast að bara ráðast á rótvandans og skattleggja bara launatekjur. Nú, þessi kenning byggir á fullt af forsendum sem ekki raunhæfar og hérna listi af kringumstæðum þar sem þessi niðurstaða á ekki við. Fyrsta lagi þegar fólk sparnaðin eða fólk sem mismunandi, það engin arfur, þannig að í líkamanum hjá Atkinson Stiglitz byrja allir með hreint borð, þannig að engar eignir fyrir að byrja með. Og svo það sem heitir innkomstskipting, tekjutilflutningur. Þegar launatekjur framtaldar sem fjármagnstekjur og þegar óvissa framtíðar launatekjur. Undir þeim kringumstæðum þá í raun hagkvæmt að skattleggja laun og fjármagnstekjur. Nú, og það sem ég ætla að gera í þessari grein kringumstæðin það sem að niðurstaðan þegar Atkinson Stiglitz á við. Og einstaklingar geta eitt tíma í að fjárfesta peningum sínum og reynda að komast á betri arðsemi og fólk með mismunandi hæfileika í því og geta mögulega líka gert sér fjármálaráðgjöf, hvaða áhrif hefur það og stuttu svarið við því já, það breytir þessari niðurstöðu. Á þann hátt að það hagkvæmt að skattleggja laun og fjármagnstekjur. Ok, þannig að þetta fyrst ætla ég að kynna líkanið sem ég með, fara yfir fyrstu gráðu skilyrði einstaklingsins eða ákveðna skilgreiningu þar, svo fer ég yfir bara hagkvæmustu skattreglunum í þessu líkani og svo stutt viðbætur á líkanu og svo samantekt í lokin. Nú, það sem í raun meginparturinn af þessu líkani, það sem öðruvísi í þessu líkani samanborið við aðrar kenningar á þessu sviði, að fjármagnstekjur eru byggðar á þessu eftirfarandi falli. Vanalega það þannig að fjármagnstekjur eru bara sparnaður sinnum arðsemi. Þannig að nú breyti ég þannig að fjármagnstekjur fall af sem investment effort eða tími sem eitt í að fjárfesta tímum sínum. Sparnaðarsóknsöð og bæði sparnaðar og tíminn sem ekki fjárfesta eru innirveitu, þannig að einstaklingar ráða hversu mikið þeir spara og eyða í að fjárfesta og svo í þriðja lagi einhvers konar færni í því og þá það í rauninu sama hætti og í líkan hans Mirles þar sem fólk fæðist bara í rauninu með einhver ákveðna vinnumarkaðsframleiðni og hefur engin áhrif á það sem fólk hefur ekki áhrif á það færni þá fæðist fólk með einhver ákveðna færni. Og fallið þannig að fjármagnstekjur hækka þegar fólk spara meira, þegar fólk meira tími í að fjárfesta og þegar fólk færari fjárfestar. Þannig það sem gert hér tekið alveg áhættu alveg, þannig að það engin áhætta í þessu líkani.
Þannig í rauninu þegar þú eykur tímanum sem þú eyðir í fjárfesta, getur hugsað að það til einhver magn af ákveðnum fjárfestingakostum í hagkerfinu og svo eyðir þú tími að reyna að finna hvaða fjárfestingakostir eru bestir og eftir því sem þú veitir betur og kynnir þig betur fjárfestingakostinni eða fjármálamarkaðinni, hvernig sem það túlkar, þá eykst arðsemin eða þá aukast fjármagnstekjurnar. Önnur túlkun á þessu gæti verið sú að þetta sé í raun og veru þá fyrirtæki sem fólk setur upp og þá sé þá í raun og veru tími sem þú eyðir í þínu eigin fyrirtæki, þá er það frumkvöðlar, setja bæði peningi sín og tíma sem í það og svo væri það einhvers konar frumkvöðla færni í því og svo til viðbót að geta fólk verið að vinnumarkaðnum. Það getur verið önnur túlkun þó að fyrri sé svona það sem ég með, þá þetta túlkað það líka á þannig. Nú, líkanir tveir aðrir líkanir, fyrsta eru einstaklingar, þeir hámarka nytjarnar sínar, þannig að þeir geta unnið á vinnumarkaðnum sem fjárfestar og spara. Og svo það ríkið þarf að afla ákveðna tekna, en vill gera á þann hátt að velferð sé sem hæst og undirliggjandi forsenda sú að þeir vilja endurdreifa gæðum. Nú, það eru 2 tímabil í líkaninu. Á fyrsta tímabilinu þá vinnur fólk, fær launatekjur, borgar skatta og sparar og á öðru tímabilinu fólk eftirlauna ári. Nú, ástæðan fyrir 2 tímabil að það einfaldast leiðin til að hafa sparnað, þá þetta var fleiri tímabil, annars það myndi breyta myndinni. Nú, fólk mismunandi í bæði færni til að fjárfesta og í vinnumarkaðsframleiðni. Þó að í flestum, þegar ég í raun leysi líkanið, þá ég almennt annaðhvort bara með breytileika í laun í framleiðni á vinnumarkaðnum eða í framleiðni í að fjárfesta. Nú, nytjafalli er byggt á C1 sem neysla á fyrsta tímabilinu og C2 og bæði U og FÆ eru sívaxandi og kvöld sem þýðir að það minnkandi jaðarnet af neyslu og svo það sem fall af frítíma. Nú, neysla á fyrsta tímabilinu þá tvöfalt sem L, tvöfalt á vinnumarkaðsframleiðni, L vinnuframboð sem fólk ákveður fritt og svo að frádregnum sparnaði og skattinum sem greiddur á fyrsta tímabilinu. Á öðru tímabilinu fá einstaklingur svo sparnaðinn tilbaka, þeir fá þessu fjármagnstekjur sem ég kynnti á síðustu glæri og svo borgaði skatt á fjármagnstekjur á seinna tíma. A sem sagt fjárfestingar, færnin í að fjárfesta. Frítíminn heildartíminn sem fólk hefur til umráða er normaliserað til 1. Þannig að fólk getur annaðhvort unnið á vinnumarkaðinum, unnið því að fjárfesta peningana sína eða haft frítíma. Þannig að frítíminn er þá 1 mínus tíminn sem eitt á vinnumarkaðinum og í að fjárfesta. Og fyrir utan þessa nýbreytni á að ég skilgreina fjármagnstekjur með þessu falli, þetta í raun að öðru leyti hefðbundið líkan sem byggir á þessari Atkinson-Stiglitz forsendum. Nú, ríkið hámarkar sem heitir utilitarian welfare function, sem sagt bara summan af nytjafalli allra einstaklinga og þar sem að jaðarnetinu minnkandi, þá vill ríkið endurdreifa gæðum. Þannig að tekur 1000 kall frá ríkamannum, gefur fátækamönnum 1000 kall, þá eykst heildarvelferð í samfélaginu. Nú, en það hins vegar, það þarf að jafnvægja milli þess að ríkið vill endurdreifa, en það vill hafa sem minnst áhrif á gangvirki efnahagslífsins. Þannig að það ákveðið jafnvægi sem það þarf að finna og lausnin á því er hagkvæmasta skattkerfið. Nú, líkanurinn er leyst með byggt á ósamkvæmum uppsetningum. Hvað myndum við með því? Ríkið veit ekki tvöfaldaf og ekki færni einstaklingana, nýja vinnuframboð eða hversu mikið tíma það eyðir í að fjárfesta. Allar þessar stærðir hérna eru óþekktar. Það einu sem ríkið veit eru launatekjur
og fjármagnstekjur. Þannig að skattlagning getur bara byggst á þessum tveimur stærðum, ekki neinu öðru. Og leiðin til að leysa þessi líkön er það sem heitir direct approach. Þannig að ríkið ákveður hvaða magn fólk af bæði fyrirskatt og eftirskatt af tekjum og neyslu getur haft, sem heitir bundles, og einstaklingur getur valið einhverja samsetningu sem þeir vilja. Þannig að ríkið velur í raun og veru alla mögulega launatekjur og samsetningu af öllum mögulegum og samhliða því ákveður eftirskatt neyslu. Og munurinn náttúrulega á fyrirskatt og eftirskatt þá skatt, þannig að óbeint skattgreiðslurnar valdar með þessum mynd. Það eru tvö hliðarskilyrði sem ríkið stendur frammi fyrir. Það er í fyrsta lagi tekjubandið. Það er gert ráð fyrir einhverju ákveðinni tekjuþörf hjá ríkinu. Sú þörf getur verið 0, getur verið neikvæð í ákveð, hversu há hún skiptir ekki máli, bara að sé ákveðin þörf fyrir fjármagni hjá ríkinu. Og svo er það sem heitir hvata hliðarskilyrði sem ég kem á næst, og það setur í rauninu hömlur á það hversu mikið hægt að endurdreifa gæðum. Fyrsti gráðskil einstaklings, þetta er eiginlega meira bara til að útskýra, þannig að margin rate of substitution fyrir launatekjur. Sem ég segir þá ef þú eykur launatekjur eina einingu, hversu mikið þarf neyslan á fyrsta tímann aukast, og ef einstaklingurinn hámarkar nýtirnar sínar, og ef þú eykur eina einingu, og hversu mikið þarf neyslan á fyrsta tímann aukast til þess að einstaklingur sé jafnvel sett. Þannig að U er óbreytt, og það er þá 1 mínus jaðarskattur og laun, svo skattflegur. Og einstaklingur ekki gera það, þá er hann ekki að hámarka nýtirnar sínar. Og svo er það margin rate of substitution fyrir neyslu. Ef þú eykur neyslu á fyrsta tímabilinu, hversu mikið þetta minnka neyslu á öðru tímabilinu, þannig að þú jafnvel settur. Það er þá 1 plus HS, hlutafélagið af K með til S, sem er þá í rauninni bara arðsemin sinnum skattur. Og hér T komma er þá jaðarskattur og laun, lítið T komma er jaðarskattur og laun og stórt T komma er jaðarskattur á fjármagnstekjur. Nú, ef ríkið vissi færni allra einstaklinga, þá getur þeir bara jafnað tekjudreifinguna fullkomlega og það væri engar skorður sett á það. En þannig að ef þeir vissu að einhver einstaklingur væri mjög fær, getur þeir bara sagt honum að henni að greiða mjög háa skatta, og það er svo sem ófær myndi þá greiða lægri skatta. Og þetta þá er bara nefnskattur sem er breytilegur frá einstaklingi til einstaklings, og jaðarskatturinn getur þá verið 0. Nú, ef við leysum vandamál ríkisins er eftirfarandi. Og ég byrja með líkana sem það eru 2 tegundir einstaklinga, sem eru bara jafn margir til einföldunar, og allir eru með sömu fjárfestingarfærni. En fólk er með mismikla vinnumarkaðsframleiðni. Nú ástæðan fyrir að hafa bara 2 er að í rauninu spurningin sem ég er að velta fyrir mér er hvort við eigum að skattleggja fjármagnstekjur eða ekki. Ég gæti haft miklu fleiri einstaklinga, en svarið í rauninu veru ég þarf bara 2 einstaklingar til að fá svar við þessari spurningu. Og þetta er mjög hefðbundin nálgun í að reyna að svara fyrir spurningu. Þannig að það er ekkert nýtt á ferðinni hér, bara þessa leið. Þannig að ríkið þarf að hámarka summuna af mikjum allra einstaklinga, sem voru 2 hjá okkur, og VFI er þá óbeina nýttifalli. Það velur tekjur fyrir og eftir skatt á fyrsta tímabilinu, launatekjur og launatekjur eftir skatt, og fjármagnstekjur fyrir skatt og fjármagnstekjur eftir skatt. Það velur samsetningu til tvennu, þá náttúrulega mismunur því bara skattgreiðslurnar. Hliðarskilyrðin 3. Fyrsta lagi er það að Y mínus GI, sem er skatttekjurnar hjá einum einstaklingi, summan af því öllu, þannig að minnsta kosti er G1. G1 er einhver fjárþörf ríkisins sem er ytri stærð. Þannig að við gefum okkur bara að ríkið þarf að afla ákveðin tekna, sú stærð getur verið 0 jákvæð eða hvað sem er og skiptir ekki máli fyrir lausnum okkar.
Nú að tímabili númer 2 alveg eins hliðarskilyrði, þannig að H sem fyrir skatttekjur og B sem eftir skatttekjur og mismunandi því þetta bara tekjur ríkisins þarf að vera að minnsta kosti hér 2. Þannig að forsendan sem liggur hér til grundvallar að ríkið sjálf getur ekki sparað. Það eins og forsendan sem bara tekin til einföldara, það væri hægt að bæta við sparnað hjá ríkinu, það myndi ekki hafa neina áhrif á niðurstöðuna sem ég fæ. Það hefur þetta áhrif hvernig líkanið og niðurstöðun túlkar, en spurningin hvort ég skattleggja fjármagnstekjur breytist ekkert við að ríkið geti ekki sparað. Nú, og svo þetta þessi incentive constraint eða hvataskilyrðin, og þau þannig að einstaklingur númer 2, ríkið vill endurdrifa frá einstaklingi 2 til einstaklings 1. Þess að 2 sá sem fær á vinnumarkaðnum og 1 sem minna fær. Þannig að nytjafall einstaklings 2 þá VAF2, en VAF-hattur 2.1 þá nytjafall einstaklings 2 ef hann myndi velja í rauninu tekjurnar sem ætlað einstaklingi 1. Og ef ríkið í rauninu myndi jafna tekjur milli 1 og 2 fullkomlega, þá náttúrulega myndi einstaklingi 2 ákveða að velja samsetningu sem ætlað einstaklingi 1. Þannig að ríkið getur ekki endurdrift meira en þannig að einstaklingi 2 velji það að taka þá samsetningu sem ætlað honum henni í staðinn fyrir að velja þessa samsetningu 2.1 sem samsetningu ætlað einstaklingi sem með minni vinnumarkaðsframlag. Ok, já, ríkið velur Y og K og einstaklingar fyrir þá í raun og veru að ákveða bæði samsetningunni E og S, þannig að þeir framleiði þetta gefna magn á K. Nú, ég bara búin að segja að ríkið veit bara Y og K, en það væri náttúrulega að gera aðra forsenda í ríkið veit bæði fjármagnstekjur, launatekjur og sparnað. Þannig að ég rauninni gefði mig það að ríkið setji bara skatt á laun og fjármagnstekjur, en ríkið getur skatt á laun, fjármagnstekjur og eignir. En á eftir kemur svo í ljós hvað gerist ef að ríkið getur skattlagt eignir, fjármagnstekjur og laun. En ég byrja út frá þessari forsendum. Nú, það sem heitir mimicker sem sagt einstaklingur sem fær á vinnumarkaðinn, hann ákveður að vera latur og velja þá samsetningu sem ætlað einstaklingur sem ófær. Og af hverju það mikilvægt? Því það setur hömlur á því hversu mikið ríkið getur endurið. Þannig einstaklingar með háa vinnumarkaðsframleiðni eða háa fjárfestingarhæfni ef þú heldur tekjum föstu, með lægri vinnuframboð, þannig að ef þú fær á vinnumarkaðinum og með sömu tekjur einstaklingur sem ófær, þá ertu náttúrulega með meiri frítíma. Þú ert að vinna minna fyrir því að hafa skilgreiningin á því að vera fær. Nú, ef þú ert með meiri frítíma, þá vilt þú ákveður að auka eða meiri tími að fjárfesta, en minnka S. Þannig að þú ert með minni, þannig að þú eyðir aðeins meiri tími en þetta með meiri frítíma en sparar saman aðeins meira. Og hvað þýðir það? Þannig að einstaklingur sem færari á vinnumarkaðnum, hann viljugur til að spara aðeins meira. Þannig að það skiptir ekki bara máli hvað með tekjur, þetta líka hvað færnin út með hefur áhrif á hversu mikið þú vilt spara. Og það sem var í Atkinson Stiglitz líkaninu að fyrir gefnar atvinnutekjur þá þeir sem eru færari vilja ekkert spara meira. Þannig að í Atkinson Stiglitz heiminum veltur sparnað bara á tekjunum, ekki fyrir vinnumarkaðsfærnin. En hérna erum við komin með það forsendu að vinnumarkaðsfærnin skiptir máli fyrir viljaðin til að spara. Nú saman, ef þú færari fjárfesti, þá þarftu minni tíma og minni sparnað til að framleiða ákveðið magn af fjármagnstekjum. Þar af leiðandi ef þú færari fjárfestir og þá viltu að tekjum höldum óbreyttum, þá viltu spara meira, þá viltu viljugur til að spara. Þannig að einstaklingar sem eru mimickers eða líkja eftir þeim sem eru ófærari, þeir eru viljugri til að spara
og eru með hærri arðsemi sparnaðar. Og hvorugt af þessu á við í Atkinson-Stiglitz heiminum. Í Atkinson-Stiglitz heiminum engin ójöfnuður í fjármagnstekjum ef tekjum haldið föstum. En hérna ójöfnuður í því hversu mikið fólk vill spara og hvað arðsemi það hefur þegar tekjum haldið föstum. Þannig að fólk sem framleiðandi vill spara meira og með hærri arðsemi ef tekjum haldið föstum. Og það gerir það verkum að ríkið vill vera með jákvæðan jaðarskatt á fjármagnstekjur af því að það tvenns konar ójöfnuður í gangi þegar tekjum haldið föstum. Þannig að þeir sem eru færir eru viljugir til að spara og eru með meiri arðsemi. Það sem einnig hægt að sýna að jaðarskatturinn á laun hærri en jaðarskatturinn á fjármagnstekjur þegar að fólk með misháa vinnumarkaðsframleiðni og jaðarskatturinn á laun hærri en jaðarskatturinn á fjármagnstekjur þegar fólk með misháa framleiðni á vinnumarkaðnum. Og það sem ég er búin að gera hingað til það eina sem ég hef gert. Það að breyta þeirri forsendum hvernig fjármagnstekjur skilgreindar. Þannig að það ekki bara sparnaðinn sinnum einhverja gefna arðsemi. Núna fjármagnstekjur fall af hversu mikið tíma eytt í að fjárfesta, sparnaði og færnin haldið föstum. Færnin ekkert inn í sögunni á þessu þegar við erum skoðað þessa formúlu núna. Þannig að ég bara sett inn þann möguleika eða tími að fjárfesta. Og þá fer svo forsenda í Atkinson-Stiglitz heiminum þú ekki skattleggja fjármagnstekjur, hún breytist og skatturinn á fjármagnstekjur jákvæður. En ef við breytum forsenda þannig að það eru tveir einstaklingar sem eru með sömu vinnumarkaðsframleiðni en eru með mismikla fjárfestingarfærni. Þá líkan nákvæmlega sama en niðurstaðan verður nákvæmlega sama, það sama formúla og jaðarskatturinn jákvæður. En eini munurinn sá að jaðarskatturinn á fjármagnstekjur núna hærri en jaðarskatturinn á laun. Hvað þýðir það? Að jaðarskatturinn á þann þátt þar sem undirliggjandi ójöfnuðurinn Núna ójöfnuðurinn byggður á fólk sem mismunandi færni í að fjárfesta og þá áttu að endurdreifa meira í gegnum fjármagnstekjurnar í staðinn fyrir launum. Nú það öfugt að undirliggjandi ójöfnuður framleiðnin á vinnumarkaðnum. Það áttu að skattleggja laun með hærri jaðarskatt en fjármagnstekjur. Þannig í raun og veru bara jaðarskatturinn hæstur þar sem að undirliggjandi ójöfnuður liggur. Nú, það eru nokkrar viðbætur sem að ég með við þetta líkan. Í fyrsta lagi, það sem ég var með núna, ég var bara með líkan þar sem voru tveir einstaklingar sem voru annarkvort með sömu vinnumarkaðsframleiðni og mismunandi fjárfestingarfærni eða öfugt. En svo getur hugsað að þú ert með 4 einstaklingar. Þannig að með einstaklingin sem lágt í báðu, hátt í báðu eða svo lágt og hátt og lágt og hátt í hinum. Almennt það vesenið með það að hvataskilur verða mjög flókin í svona líkunum. En það sem í þessu líkani að niðurstöðurnar halda að í rauninni flestu leyti. Þessi jákvæði jaðarskattur á fjármagnstekjur, hann líka í þessu líkani. En hvað gerist ef að líkið veit bæði eignir þínar og fjármagnstekjur? Þannig að það sem ég gaf mér núna að hingað til var að ríkið veit bara fjármagnstekjur og kærir sig ekkert þó að vissi eignir einstaklega þá notar það ekki í skatturinn. En ríkið getur náttúrulega betur og vitað fjármagnstekjur og eignir. Og þá breytist niðurstaðan með þeim hætti að skatturinn á fjármagnstekjur verður skattur á umframarðsemi. Þannig að ef þú ert með bara einfaldan eignarskatt og fjármagnstekjuskatt, þá verður skatturinn þannig að í raun og veru jaðarskatturinn á fjármagnstekjur jákvæður en jaðarskatturinn eignir neikvæður. Það er það að skatturinn bara á umframarðsemi. Þannig að með bara einhverja venjulega arðsemi þá
ætti ekki að vera neitt skattur en bara á þessa umfram arðsemina. Nú, svo henni viðbætt, ef að einstaklingi geta keypt sér fjármálaráðgjöf til viðbótar við það að geta fjárfest sjálfir, þá geta þeir fengið sér fjármálaráðgjöf. Og fjármálaráðgjöf er svona ekki algeng meðal einstaklinga, og það er ekki stór hópur sem gera, en þeir sem gera það eru í fyrst og fremst færari fjárfestar. Þannig að þeir eru sem með háa, mikla góða fjármálalæsi eru miklu líklegir til að fá sér fjármálaráðgjöf en aðrir. Nú, þá breytist niðurstaðan með þeim hætti að við erum allt sem áður með jákvæðan jaðarskatt og fjármagnstekjur, en það er líka, það fer aðeins eftir aðstæðum, en svona almennt það þannig að skatturinn á eignir er líka jákvæður. Þannig að með báða skattarinn jákvæða, menn hérna ertu bara með skattinn á umfram arðsemina. Nú, að lokum þá er ég með viðbót ef það með sem heitir domestic credit market, sem ef það er einhverju innlendur fjármagnsmarkað, það sem nú náttúrulega ákveðin markaðsbrest með þeim hætti að arðsemin er mishá milli einstaklinga, þá getur hugsað þannig að það var innlendur fjármagnsmarkaður sem þeir sem háa arðsemi lána þeim sem lága arðsemi. Nú, niðurstöðurnar halda að mestu leyti með smá mun. Niðurstöðurnar halda með smá mun í túlkun á niðurstöðunum. Já, þá er ég bara komin á lokunleinum. Þannig að þegar fjármagnstekjur velta á bæði tímanum sem eitt í að fjárfesta og færni einstaklinga, þá á skattleggja fjármagnstekjur, ólíkt því sem í þessum algengu stykkilseimi eða ekki að skattleggja fjármagnstekjur. Nú, og ástæðan fyrir því að í þessum algengu stykkilseimi ójöfnuðin í fjármagnstekjur bara vegna þessar ójöfnuðir í launatekjum. Þannig ekkert með undirliggjandi ójöfnuðin í vinnumarkaðsverðni. Nú, en í þessu líkani ójöfnuðin í fjármagnstekjur, það endurspeglar ekki bara ójöfnuðin í launatekjum, heldur líka það að fólk getur eitt tímanum í að fjárfesta og mögulega með mismunandi færni í því. Nú, jaðarskatturinn á laun og fjármagnstekjur, hvor hærri fer eftir því hvort undirliggjandi ójöfnuður vinnumarkaðsframni eða fjárfestingarfærni. En það gera verkum að þeir eru, það eru fylgni þeirra milli. Þannig að ef þú ert í hagkerfi þar sem að jaðarskatturinn á laun hærri, þá að öllu öðru óbreytti jaðarskatturinn á fjármagnstekjur hærri en ella. Og hvor hærri þeir það eftir hvor mekanismi, hvor ójöfnuðin í vinnumarkaðsframni eða fjárfestingarfærni mikilvægi. Nú, eitt sem skilur sig að þessu líkani og mörgum eða flestum öðrum líkunum í hagkvæmstu skattlagningu að skattur og fjármagnstekjur, skattur og eignir ekki það sama. Nú, ef allir eru með sömu arðsemina, skiptir ekki máli hvort þú ert með fjármagnstekjur eða eignaskatt. Þannig að ef eignaskatturinn lægri sem þín þá getur hann verið nákvæmlega eins og ákveðin fjármagnstekjuskattur. En núna náttúrulega arðsemi mismunandi einstaklinga og þá raunverulegur munur á því hvort þú notar fjármagnstekjuskatt eða eignaskatt. Og ef við erum með bara grunnlíkanir síðan þar sem engin fjármálaráðgjöf, þá á skatturinn að vera stilltur af þannig að það skattur á umfram arðsemi og þetta að skilgreina umfram arðsemi, þetta náttúrulega vita eignir og fjármagnstekjurnar. En ef við bætum við fjármálaráðgjöf í líkani, þá skattur bæði fjármagnstekjur og já. Eru spurningar eða? Ekki? Já. Hvernig? Já, góðan daginn. Þakka þér fyrir, Arnaldur, þetta fannst mér skemmtilegt. Ég saknaði eins að þú vitnaðir ekki í Gabriel Zucman
og skrif hans faldar tekjur í skattaskjólum. Sko, hugsum okkur tvö lönd, til dæmis Ísland og Noreg, og hugsum okkur að við vitum eða þykjumst vita að tekjur faldar í skattaskjólum séu hlutfallslega miklu meiri í öðru landinu heldur en hinu. Og þá vaknar spurningin í tengslum við þitt líkan, í hvoru landinu ættu fjármagnstekjuskatturinn að vera hærri? Tvö lönd, í einum eru eignir í aflandsegnum hærri en í hinu. Já. Á ekki bollaleggingum þetta heima í útfærðu líkani þínu? Sko, fyrstulega svo sem ég náttúrulega ekkert ósammála því, sko náttúrulega líka það sem ég tek fullt af hlutum út og aflandseignir eða allt þannig er alveg út fyrir myndina. Forsendur bara svo að ríki veit fullkomlega eignir og tekjur allir, og eignir þá við og tekjur allir einstaklinga. Þannig ég svo sem ekki velt vöngur á því hvað gerist ef að fólk getur sett eignir í aflandsfélög, en ekki mitt svona sem mér þetta í væri þá hvaða áhrif hefur fjármagnstekjuskattur á flæðið af eignum í aflandsfélögum. Ég að hugsa eftir aðeins annarri línu. Okay. Sjáðu landið þar sem í þessum tveggja landa samanburði, þar sem þykjast vita að það sé hlutfallslega miklu meira fé falið í útlandum. Gætu þá ekki verið hagkvæmnisrök í þá veru að fjármagnstekjuskattur yrði hafður hærri í því landi, bara til þess að ná til þeirra sem sitja heima með geislabaug og halda öllum þessum fjármagnstekjum og öðrum tekjum sem fela í skattaskjólum leyndum. Þannig að hærri þar sem að fólk felur eignina meira. Já. Svo ég bara skjótur byssubeltinu, en mér sýnist að í líkani sem að fjalla með svona einföldum og fallegum hætti hagkvæman fjármagnstekjuskatt, að þá væri hægt að reyna að sannreyna þessa tilgátu. Kannski er niðurstaðan sú að hagkvæmast væri að hafa skattinn eins í báðum löndum, ég veit það ekki. En þú ert með tækin til þess að prófa þetta. Já. En ég hef ekki einhvern, sko mitt, svona, fyrsta ákvæmst mínu væri svo að það sem meiri eignir faldar í aflandseignum, það tignin af því að skattleggja hærri og þá bara með einföldum hugmyndum og skattahagfræði að þegar tignin hærri þá á skatturinn að vera lægri. Ok, það gæti komið til mótvægis. En ég hef ekki pælt í þessu, verið vikina, en það kannski vert að prófa. Þakka þér fyrir, þetta var skemmtilegt og fróðlegt. Takk. Já, þakka þér fyrir svona, það var gaman að segja þetta fyrir mig undan með þetta héröndi og framins og það ég hef líka síðan þetta áður að það segja svo. Og nýlega að þessi greið sem ég skilur, það lærði teoremum og þessu og John Stackurski, þekkir hann, það læri sem það sarfinn sem ég svo og það John Stackurski og læri svona sarfinn sem ferlega dugir í þessu og gerði svona í hérna til það reiknilega hægt á fjármála, þeir ekki endilega með fórmúluna, en þá fyrir sem koma. Og það sem ég lærði fyrir 20 árum og þreifði til COVID-19, það sem náttúrulega það byrjaði, það mjög einfalt mótið þannig að það ekki til neitt nema eignir, bara eigna tekjur. Og það var ójöfnuð sem ég finnst bara líka að það var dreif. Og í þessu líka sem ég byrjaði með þessi það sem einu þetta ójöfnaðar, það fólk yfir lengi, lifir við stengi, lifir fast á hendur. En svo deilað með konstant reynd, þá spurning hver verður jafnvægis dreifingin, þetta reikna út á þá til að klarið og dreifingin og parið og teil og svo bara byggja bara á að bæti við þegar það gæti líka þeirra launateitt svo veldur með fyrir sér ykkur að skapta og ég hafi ekki þá á það. Þarna byrjuði með svona þessu öðruvísi. Þá sem þú hótt að hafa ferni fjárfesta. Ég held að þetta bók geti grætt á því að ímynda sér að þessi ferni sé
sé bara heppnist þá. Og við erum með að tala um eitthvað dreifni og svona veist kannski ekki að þetta einstaklega saman með alltaf. En þetta dreifni því að ég las óvægt að tala svona fjallar spælda fjármálasérfræðingi á Wall Street sem bestu í stærðar annar. En þetta spældur af því að gaurinn á næsta borði alltaf heppnar í kannski. Þetta tekur að talið fyrir og svona bara ég ætla að nýtja þessu að það er það sem takar að fá hana ráð sem það fá hana henni. Og þeim allir refsa fyrir. Þetta getur þetta ef ég ekki stókast í spurning sem seifar í kannski þessu. Svo að það er spurning Þorvaldur eða þetta á aflandstegna. Ég held að spánir ekki prófækja. Að þú getur valið eða það er sumir spánir er með fjárfestingu. Á innlendarstaður í Spáni 0. Aðrir sem búa á Spáni með erlendar fjárfestingu. Svo bara hefnir stjórnmálar sem ég hefði svo Svíþjóð og það var bara gamanst skemmt með að ég tóði bara frá upp í það að við erum hægt það og sékring og gamanst í svo meira nú. Það var velur innvestur smart og það bara annað og það var einhverjum og það er að við erum að raunbjörn svo það. Praktisk og pólitísk raunbjörn er standardhaldurinn það sem að optinal taxation. En þetta er ákveð spurning hjá með, þetta er rétt hjá þau að færðin eru einhver leiti stókasti þannig að þú heldur að þú búið að færa fjárfestir en svo ertu það ekki En það er náttúrulega ein túlkun sú kannski að er eitthvað sem er að vinna markaðinn og það er mjög erfitt að fá þessu náða gegnumgangandi vinna markaðinn árum saman. En þú getur hugsað líka víðar hugsað alla dreifinguna Ég meina þeir sem að reyna að vinna markaðinn náttúrulega bara mjög lítill hópur af peningum úti Langflestir bara með peningana sína einhvers staðar og gera bara mjög kannski heimskulega hluti með peningana sína og þeir eru langt frá því að reyna að vinna markaðinn þeir bara getur grætt á því að gera ekki mistök. Kannski endurfjármagna aldrei eru mjög illa dreifðir milli markaða og af hverju er fólk að gera það? Af hverju fer fólk ekki aðeins ofar og hættir að gera mistök? Ég hugsaði þetta líka aðeins meira í þá veru ekki í snillingana sem eru nálægt í að vinna markaðinn kannski rétt fyrir ofan eða neðan þröskuldum. Þetta er fólki sem eru langt frá að vinna markaðinn, þetta getur bara nálægt aðeins nær markaðinn kannski rétt eftir. Ég hugsaði þetta meira í þá veru Ok. Þetta er hérna kemur eins og að sé eitthvað í chatinu, er það? Já, hún er að svara að lista þetta. Ok, já. Og náttúrulega já, þeir sem eru heima með líka skotinn í Ef það er að ímest. Engar heimskulega spurningar þar. Já. Endurdreifingu. En svo skildi líka voru að móti Englandi. Og það gekk frá þessu æði endur dreifar og það er ekki sem aðsinn getur bara núna setja erðina á þess að Já, þannig að Helgi spyr líka vill endurdreifa gæðum en svo þarf að gera með verðbrenglandi sköttum með bara jákvæðum jaðarsköttum. Það er ekki það sem þú átt við. Brenglanhegðun, já. En vandamálið er það að ef þú vilt endurdreifa, þú veist bara tekjur, þá getur þú bara gert það með verðbrenglandi sköttum. Eina önnur leiðin er bara að hafa fastan nefskatt á alla einstaklinga. Það náttúrulega engin endurdreifingu því. Leið þú vilt endurdreifa eitthvað umfram það að hafa nefskatt alla, þá kemst ekki hjá því að hafa verðbrenglandi skatta. Og teórían er að finna þetta hagkvæma jafnvægi þarna á milli. Hvað segir þú? Bestu brengl, já. Það mætti kalla bestu brenglun. Það er mjög að teiti.
það nokkuð sem hann hægt að segja að þú hafa það til flíkaðu sem nýtt svo. Hvað segir það? Segði það að þú hefur það 10 flíkaðu og bara regla til þessu. 10 svona. Segist það fyrir góðist það var mjög. Já, ok, já. Já. Hverjir séu í samtíð? Helgi Tómasson svolítið áberandi. Við nýtum tæknina. Sérst ekki í myndavélinu hjá okkur. Þannig hef ég, hér er myndavél sem á að sjást, ég held að Þorvaldur Heiðin var þeimur, sérðu í myndavélinu Þorvaldur? Já, ég er að hugsa bara hvort það sjáist í henni, ég er ekki viss. Sérst það ekki, nei, ég þarf að breyta held í úr henni, Þarna er ég, hér er þá snálurinn. Nú sést. Komið, takk fyrir. Takk, hérna sem ég með fyrirlestur hans síðan. Svo er ég náttúrulega búin að skekkja þetta árunum myndavélinn þetta með einhverjum fleiri spurningar. Þetta er handstýrt, Þú kennir þetta í skólanum? Já, ég gerir það. Þá sleppum við honum bara. Þá bara þökkum við hjá Hagfræðistofnun Arnaldi kærlega fyrir.